Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og við erum mættir hérna í sjávarútvegsspjall einu sinni enn og gestir mínir í dag eru Kári Jónsson, Ólafur Jónsson og Lýður Árnason, læknir. Og ég ætla nú kannski að byrja þáttinn á þér Lýður, áhuga á sjávarútvegsmálum. Hvernig kemur það til að læknir hafi áhuga á sjávarútvegsmálum? Það kom nú eiginlega bara þannig að villu einu sko. Þegar maður ætti auðvitað ekki á neitt áhuga sem mannskota. En á sín tíma fór ég vestur til Flateyrar sem svona sveitalæknir og ætlaði að vera þar í 1 vetur sem urðu svo 13 vetur. En á þeim árum þá var nú ekki hægt annað en að koma svo í nái við sjávarútveginn og allt þetta fólk sem vann í kringum hann. Og á þessum árum þá var nú svona ennþá svolítið líf í sjávarbyggðunum. Þetta var ekki alveg farið. Þannig að það var allavega það mikið að fólki að þörf á lækni. Já. Og maður komst ekki hjá því að svona verða svolítið samdauna þessu öllu saman, þessum sjávarbyggðum. Og maður kynntist fólki sko í allri virðiskeðjunni. Já, já. Og þá komst maður náttúrulega að því að þetta var bara fólks með svona mismunandi sýn og mismunandi eingöngu inn í þetta, hvaðan fólk kom. Já, já. Og það svona, já, skýrði aðeins fyrir manni hvers vegna það voru svona margar skoðanir á þessu. En já, það var eitt svolítið sem maður tók eftir að menn svona oft mynduðu skoðanir eftir eigin hagsmunum og það nú líklega mannskepninu bara svolítið eiginlegt. Já, já. En ég var svo heppinn sko, ég hafði engra hagsmunum að gæta varðandi þetta. Nei, nei. Og hinn heppnin var sú, sem var kannski engu minni, að það var það að ég var opinber starfsmaður. Já. Og að því leyti frekar ósnertanlegur, þannig ég gat haft skoðanir. Það gat eiginlega engin rekið mig eða gert neitt og vildi heldur engin missa mig því ég var eini læknirinn í öllu héraðinu sko. Já. Þannig að sko það skipti ekki öllu máli hvað skoðun ég hafði. Nei. Menn urðu bara að láta sér hann að linda. Urðu að fara til læknisins, hvernig, já, hvað sem honum fannst. Mönnum fannst skárra að hafa helvítis lækni þó hann hefði vondar skoðunar á þessum málum heldur en engan lækni. Já. En áhuginn minn á þessum málum auðvitað svona já, má segja sko, sýrðist inn í mann, svona mergjaðist inn í mann á þessum árum smátt og smátt og maður sá svona svolítið svona hvernig hlutunni lágu. Já, já. En svo ég hérna með 2 gamla sjóara, Kára Jónsson og Ólaf Jónsson. Ólafur, þú hefur náttúrulega og við höfum náttúrulega verið að fjalla sjávarútvegsmál í þessum þáttum og nú náttúrulega nýjasta afrikið að það búið að setja grásleppu í kvóta. Já, já. Og hvað finnst þér þá kvótasetningu? Ég get farið bara í þessa kvótasetningu á þessum algjöru jaðartegundum sem eru beitukóngurinn sem ég var nú á í nokkur ár, sæbjúgun, ígulkerinn, flatfiskurinn þarna og svo núna þá áttu við sandkóla og skrápinn og að setja þetta í kvóta. Þetta hefur ekkert, ég sverða, þetta hefur ekkert með stjórn fiskveiða að gera því að eins og ég sagði, ég var sjálfur á beitukóng, þá voru leyfið sem var í Breiðafirðinum var 700 tonn af beitukóng. Já. Allt í einu kemur frá Hafró, hafði enginn komið að rannsaka eða neitt. Allt í einu, þrátt fyrir að ég væri að tvöfalda veiðina þar með breyttri tækni, þá var ég að tvöfalda, þá allt í einu kemur 300 tonna kvóti. Það var enga rannsóknir frá Hafró. Skorið niður meir en helming. Meir en helming. Og það var 1 bátur að veiða.
á öllu þessu svæði. Þetta risasvæði. Já, hann hefur bara verið hættulegur skipstjórinn á þessum eina bát. Hann hefur bara verið stór hættulegur. Já, það lá við landauðun að það við Breiðafjörðin út af þessu. En við getum svo tekið bara eins og þeir vissu ekkert sæbjúgun. Ekki neitt. Nei. Ígulkerinn vissu þeir minna Ég held til dæmis, við vorum á ígulkerum líka þarna og það voru bátar þarna á ígulkerum. Að það var sko geldfiskur út allt. Það var algjör kunst að finna hvar væri einhver ígulker með hrognum. Ígulkerin eru bara þessi hrogn. En geldfiskurinn allt. Út af hverju? Af því að það svo mikið af ígulkerum. Já. Og þá fara þeir að setja kóta á það. Svoleiðis að ég algjörlega á móti þessu. Ef við tökum svo þetta með grásleppuna, að þeir segjast vera að mæla grásleppuna í botntroll. Já. Grásleppan uppsjávarfiskur. Já, í togarrallinu þá mæla grásleppuna. Þeir eru að mæla grásleppuna í botntroll. Meina, hvað á þessi vitleysa að rísa hátt? Já, það góð spurning. En það þarna sem þetta verið að gera. Það verið að setja kóta. Kótinn fær verð. Já. Það hægt að skipta honum. Það hægt að safna honum á farramanna. Þetta bara til þess að hjálpa með ofstjórnina sem í þessu kvótakerfi og allir þeirri vitleysu sem fylgir því. Já. En þetta er það sem við erum að horfa upp á núna. Já. Og umhverfisflokkurinn Vinstri grænn stendur í fararbroddi í þessu að gera þetta. Taka þessar auka tegundir og setja í kvóta. Það verið að ganga erinda kvótagreifana. Sægrafana. Eins og til dæmis kom fram í útvarpinu í morgun, af hverju eru handfæraveiðar ekki bara frjálsar? Já, það góð spurning. Þá áttu við erindi eða viðtal sem að Örn Pálsson var í morgun á Stöð 2. Og við skulum gera okkur grein fyrir því að þegar kvótinn var settur á, þá var ekki sett nein stjórn á handfæraveiðar. Í öllu sóknarmarkinu, skraptaðakerfinu sem var fyrir 1984 var enginn að hugsa það hvort einhverjir smábátar væri á handfæraveiðum eða ekki. Það voru held í 4.000 handfærabátar við landi þá. En það hafði enginn áhyggjur af þeim. Þetta eingöngu til þess að búa til kvóta á alla báta að það væri hvergi frjáls fiskur. Nei. Það búið að gera það á eftir að setja kvóta á marhnút og það á eftir að setja kvóta á háf. Ætli setja ekki kvóta á Óla Ufsa líka? Jú, það hefði náttúrulega átt að gera það með því fyrsta sem þeir hefði átt að setja kvóta á. En Kári, hvaða skoðun hefur þú á þessu? Ég við fluttum nú í Sandgerði fyrir 55 árum síðan og þetta hefur verið allt mitt líf, bara fiskur með einum öðrum hætti, frystihúsi með skólanum og 15 ára komin á vertíð og lóðinu 16, 17, 18 ára og svo náttúrulega útgerð 18, 19 ára og þannig að kvótakerfið það hefur bara alls ekki með neinum hætti laga til rekstrardæmið, þú veist, fyrir samfélagið í heild. Núna ekkert sem skilar auðlindarentunni til landsins, hún öll í skattaskjólum. Það búið að nánast drepa sjávarbyggðirnar hringinn í kringum landið og núna verið að tróða með ofbeldi sjókvíaeldi í alla firði. Þannig að þetta bara eins vonlaust eins og það getur verið, því miður. En Lýður, þú hefur náttúrulega kynst þessu þarna fyrir vestan
Og hvað svona það sem þér fannst merkilegast sem þú tókst eftir hjá fólkinu fyrir vestan? Kannski helst að það var ekkert jafnræði aðgengi að fiskimiðunum. Nei. Og það var einhvern veginn mjög ósanngjarnt sko hvernig þetta einhvern veginn lagðist eða hvernig þetta kortlaðist eftir að þessi kvótasetning var sett á. Sumir fengu þetta og aðrir ekki. Þetta myndi maður svolítið á banka fullan af gulli sem var bara allt í einu lokað, þeir sem voru inni fengu en hinir sem voru fyrir utan fengu ekki neitt og komandi kynslóð var alls ekki sko, það voru ekki svona fættar þetta var gert. Þannig að þetta einn gjörningur sem á að hafa áhrif til margra ára en málið bara það að þetta átti aldrei að vera svona og það svolítið sko fróðlegt maður fór svona að kynna sér forsöguna af þessu. Af hverju þessi kvótasetning var sett á og í raun og veru fannst mér ekkert óskynsamlegt að var settu kvóti á einhverja auðlind sem var takmarkuð. Við erum að sjá kvóta á rjúpum og við erum að sjá kvóta á hreindýrum og af hverju þá ekki líka á þorski ef að var talin í hættu ofveiði. Þannig að sko ég held að kvótakerfi sem slíkt það er bara rammi utanum það að halda utanum hvaða magn við tökum. Jú, en það eftir sem áður það hægt að halda veiðinni í ákveðnu hámarki ef við teljum að megi ekki veiðanum að 200.000 tonna þorski þá getum við verið með ýmsar aðferðir við það. Jú, en ef að myndum segjum bara hefðum ekki tekið á kvótakerfi varum með dagakerfi. Já. Þá var aftur sama spurning, hver á að fá þessa daga? Jú. Og það finnst mér alltaf aðalmál, hver á að fá aðgöngum með þessu? Þetta væri svipað og ég væri þarna, ég læknir sér eða á Flateyri, svo allt í einu verið ákveðið bara að ég ætti héraði. Og ég myndi fara ákveða að ráða aðra lækna eða taka pening fyrir að ráða aðra lækna og leigja það frá mér og hirða peningana sjálfur. Já. Þetta er vandamál. Og það er svolítið skondið, tók aðeins með mér hérna pínlítið. Hér stendur sko einmitt frumvarp stjórn fiskveiða frá 1991. Þá er ein umsögnin svona, enda þótt frumvarpi byggja á því að fiskistofnarnir verði skynsamlegast nýttir með því að fela þeim sem daglega starfa að fiskveiðum víðtækt ákvörðunarvald í þessum efnum, má það ekki verða til þess að með því verði talin myndast óafturkallanlegt og stjórnarskráfari forræði einstakra aðila yfir auðlindinni. Alþingi er með þessu á engan hátt að veita einstökum útgerðum óafturkallanlegt og stjórnarskrárvari forræði yfir fiskistofnunum og það hlýtur að vera ákvörðun Alþingis á hverjum tíma hvaða skipulag teljist bent henta til að nýta fiskistofnana með hagsmunni heildarinnar leiðarljósi. Þetta er alveg kristaltært og þetta er líka kristaltært í fyrstu grein fiskveiðistjórnarlaga. Þannig ég segi bara, af hverju erum við að horfa á það að þessi réttindi sem áttu aldrei að verða nein eignamyndun á eða óafturkalland forræði. Akkur erum við að sjá það að einhverju krakkar er fann að erfa þetta aðgengi. Já. Það er vandamál. Þetta er stóra vandamáli í hjónaskilnuðum. Hvað færðu mikinn kvóta út úr skilnaði? Jú, hjónaskilnaði einhvers staðar út í sjávarþorpi getur bara orsakað það að allir kvótun fara á viðkomandi svæði. Já. Þetta átti aldrei að vera svona, en einhvers staðar á leiðinni hafa menn tekið sér þetta bestaleyfi. Þetta bestaleyfi segi ég, að verðleggja þessa framseljanlega kvóta sem ég er alveg fylgjandi þessi framseljanlegu til þess að menn geta hagrætt í rekstri en verðlagningin á honum miðast alltaf við þetta sé þeirra eign. Þetta var og átti aldrei að vera þeirra eign og er ekki þeirra eign, ekki samkvæmt lögum. Og þess vegna skil ég ekki að hverju eru með stjórn eftir stjórn, ríkisstjórn eftir ríkisstjórn í núna 40 ár og enginn gerir raskat. Og við stöndum frammi fyrir því eftir 40 ár að við erum ekkert að ná meiru út úr fiskistofnunum eftir 40 ár. Við erum að fá úr öllum kvótabundnum tegundum minni afla í land í dag og á hverju ári heldur en við höfðum fyrir dagakvótakerfisins. Jú, en þetta er hins vegar mál sem á endalaust deilum. Á endalaust deilum þetta. Við getum talað við 5 manns og enginn segir það sama.
En við getum ekki deilt það að aðgengið að þessum fiskimiðum, það ekki til eignar eða til lengri tíma. Nei, og það ekkert jafnræði í því fyrir þjóðfélagsþegnana. Nei, engan veginn. Og það syndin og skömmin við þetta kerfi. Og hins sko, ég má segja eitt enn, svo með því fórhundstokar, að það það að við sjáum líka svo svart á hvítu í 2 dæmum, annars varðandi arðinaðurlendi, að þeir sem að fá þennan kvóta úthlutaðan ár eftir ár, sjálfkrafa, og veiða 10 fiska, þeir borga hálfan sporð í veiðigjald fyrir aðgengið. En svo leigja þeir það okkur hinum og við veiðum 10 fiska og þurfum við að borga þeim 8 fiska. Það sýnir sig hvað þjóðin að missa miklum arði. Já, það má bara og þarf eiginlega að koma fram að í dag borgað fyrir kílóið af úthlutuðum þorskkvóta 27 krónur. En í upphafi fiskveiðars. Já, útgerð sem fær til sín úthlutað ákveðnum kílóafjölda, borgar 27 krónur fyrir kílóið. Ef þeir leigja hann frá sér, þá láta þeir þann sem leigir af þeim, þá borgar hann 27 krónundar pluss 450 til 500 krónur fyrir tonnið sem þeir leigja eða kílóið sem þeir leigja af útgerðinni. Þannig að menn átti sig á því hvað verið að gera í rauninni með þessu. Það náttúrulega ætti að vera búið að vera alla þennan tíma sem sagt, auðlindar ákvæði til að tryggja eignarhald þjóðarinnar. Það fyrsta skrefi, forsendan til þess að lagfæra þetta. Og að því þú nefndir þessar tölur í leiguverðinu, ég held að það sé engin virðisaukaskattur borgaður af þessum viðskiptum með neinum hætti. Nei, það ekki gert. Og þarna bara önnur kú, annar speni. En manni sýnist bara á þessum lögum sem í gangi í dag, þó við séum ekki með auðlindaákvæði, að ríkisstjórn bara frjálst 1. september á næsta ári á úthlutun sem henni sýnist. Já. Ég er margsinni spennt á það. Ráðherra getur ákveðið þetta bara eftir geðþótta hvaða tegundir eru kvótabundnar á næsta ári og hvaða tegundir ekki. En þá sjáum við að hins vegar aftur, eftir að Jón Bjarnason gerði svo djarfur að útluta makrílkvótanum på nýtt. Þá fór ákveðnar útgerðir í mál við ríkið út af ímynduðu tap eða ímynduðum gróða réttar að sagt, það fyrir hvernig lítum að máli og það unnu málið. Já, það var dálítið skondið að þá verandi framkvæmdastjóri LÍU, Kolbeinn Árnason, var sonur dómara sem dæmdi í málinu Árna Kolbeinssonar. Nákvæmlega, þarna kemur einmitt inn á annað stór mál sem að tengist þessu. Af hverju haldið þið að það sé hægt að dæma okkur í óhag þrátt fyrir þess að skýru löggjöf? Algjörlega skýr. Það einfaldlega vegna þess að dómar eru pólitískt skipaðir. Og þetta kallast bara rotin spilling. Þetta ekkert annað, heldur en púra spilling af verstu tegund. En þetta það sem við búum við í dag og árangursleysið finnst mér vera verst að það skuli ekki hafa verið hægt að byggja upp fiskistofnana með meiri árangri og þess vegna tekum að stundum undir með Jóni Kristjánsinni fiskifræðingi og öðrum fiskifræðingum sem halda því fram að við séum að gera ranga hluti með að nýta úr fiskistofnunum meiri heldur en við gerum. Við erum bara að taka 20% af veiðistofni. En þá ég að spyrja mig. Segjum að við myndum geta auki verðmætum með 20% eða 50% eða 100%. Hver myndi fá þessu verðmæti? Nákvæmlega sögum útgerður með þetta núna, það gagnast ekki neitt. Til hvers að vera auka verðmætin fyrir eitthvað sem við eigum ekki í? Já, það myndi náttúrulega skapa einhverja atvinnu fyrir fólki sem þarf að vinna við
fiskvinnslu og veiðar. Jú, ég er bara að spekla hverju hefur forræði yfir þessu. Jú, en auðvitað mætti líka hugsa þetta þannig að til dæmis að gefa strandveiðar frjálsar, leyfa þeim að veiða 20.000 tonn, 25.000 tonn og jafnvel rýmka betur til. Selja allan fiskin á fiskmarkaði líka. Og leyfa þeim að landa þegar þeim hentar eins og á sunnudögum þess vegna mættu þeir vera á sjó alla daga vikunar. Þess vegna. Ef þeir eru, segjum með sóknarmark upp á 4 daga í viku, þeir ráði algjörlega sjálfir hvenær þeir fiska. Hvenær þeir taka þá? Það er bara verið að eyðileggja kerfið með að setja þessar 4 virkudaga í það. Þessar hömlur á þá. Já, þetta er bara þess að eyðileggja fyrir kerfinu. Og svo er náttúrulega líka spurningu það hvort þeir mætti ekki veiða bara tonn á dag, 1200 kíló eða eitthvað þegar að fiskur er undir og mokk veiði eins og er búið að vera í sumar. En vera bara skikkaður til að koma með 744 eða 5 kíló. 774 kíló, ekki 75. Þá ertu sektaður. En ef við hlustið á okkur, strákar, þá eru þið enn að tala, leyfa okkur náðarsamlegast að fá að gera þetta. Já, það er svoleiðis. Og þetta er bara, bullandi meðvirkni. Þið sjáuð það bara, ég meina, það kemur 2000 tonna viðbót núna. Og allir brjálar með þess að dettur í hú, sem var það skipta nafna, þeir varu svo vont orða samtökunum. En kemur í hú og fer að tala um einhverja græðgi og tilætlunarsemi, tala um óarbara veiðar og fleira. En það er svo, ef við förum að pæla í heildarsamhenginu í þessu, að strandveiðar eru augljóslega hagkvæmar fyrir landsbyggðina. Og það er frábært að sjá lífið sem kemst í landsbyggðina yfir þessa fáu mánuði sem hún er leyfð. Og samt svona hagsmunaaðilar ofsalega mótum, finnst það alveg ægilega mikið vandamál. En leið, og við tölum sjókvíaeldi, þá er svo frábært að fá alla þessa atvinnu inn á svæðið, þessi svo frábært að leipi lífi byggðirnar. Strandveiðar gera það líka, er algjörlega mótið þeim út á borðinu með þær, en hitt upp á borðið. Það er einfaldlega vegna þess að peningur rennur í þeirra vasa í fyrrgreinda atriðinu en í vasa fólksins í hinnu. Þetta er bara hagsmunabarátta. Þeim er skít sama byggðirnar. Ef að peningurinn sem kemur þangað rennur ekki í þeirra vasa, þá er það bara ekkert, má ekki vera með. Alveg rétt. Og þess vegna sér maður hvað þetta er grímulaus bara hagsmunabarátta og við höfum að hætta að vera svona meðvirkir, tala um að við viljum fá 5 daga og við viljum fá velja 1000 kíló en ekki 774. Við eigum bara að moka þessum spillingar öfnum í burtu og breyta þessu eins og til stóð 1991. Það stendur þetta skýrum stöðum, við megum ekki kvika frá þessu. Það er alveg rétt og auðvitað þyrfti að gera það en það þarf náttúrulega þingmenn þurfa að breyta þessu. Þessu verður ekki breytt öðruvísi heldur en í gegnum Alþingi Íslendinga. Þá þurfum við að byrja okkur sjálfum. Þegar við mætum á kosningafundina hjá þessu ágæta fólki, þá þurfum við að segja hvað við viljum gera. Við ætlum ekki bara að hlusta svona, vera bara í meðvirkninni, eins og þú ert að segja, Lýður. Partur af meðvirkninni er til dæmis þetta sjávarútvegs stefna Samfylkingarinnar að ætla núna að fara í fyrningu kvótans á 20 árum. Á 20 árum. Þeir stoppuðu fyrninguna 2011 með því að nota ríkisbankana til þess að hóta ríkisstjórninni að þeir myndu setja útgerðin á hausinn. Útgerðin var á hausnum, hún átti ekkert nema eldgömul skip en skuldaði 650 milljarða. Þau héldu kvótanum og það hélt í þeim lífinu. Þeir veðsetta. Hann var veðsetta og þeir voru allir komnir nánast með... Þannig var kjörið tækifæri að taka þetta tilbaka. Ef við ætlum að telja niður kvótan, þá teljum við frá 2011. Við förum ekki að byrja upp á nýtt. Í rauninni þarf það að telja niður frá 2009. Það eru 4 kynslóðir eða 5 kynslóðir búin að líða fyrir kvótakerfið. Já. Það er ekki eftir neina að bíða. Nei, það þýr ekki að bjóða upp á eitthvað eftir 10-20 ár. Það þarf að gera þetta bara á 2-3 árum.
Og varðandi að það þurfi bara að vera kvótakerfi eins og Lýður var að tala um. Það var sett stopp á innflutning skipa. Kjartan Jóhannsson. Já, 1978. 1979. Þá stoppar Kjartan Jóhannsson innflutning á skipum. Það var 100% sátt þetta stopp. Og ef að það, til dæmis að því ég nú að tala svo mikið gengið, þá hefði nú bara verið þetta að nota gengið til að stjórna því hverjir færi á hausinn og hverjir ekki, og það færu alltaf lélegust útgerðarnar á hausinn og restin, sá sem veiddi, hann komst áfram og hinir færi á hausinn. Það hefði verið að gera það þannig, það hefði líka verið að láta menn bjóða í að landa á markaði, og hvað mikið stór prósenta fer til ríkisins af minni sölu, skilur við. Það hefði líka verið að pikka út hverju voru best. Það er hægt að bjóða upp veiðiheimildir í kílóum og tonnum. Það er að gera það líka í dögum. Þannig að ég á þessi 2 prógram alveg upp í Excel. Og það er hægt að stjórna á milljón vegu hvernig við tökum og nálgustum þennan afla, og við getum haft það að leiðarljósi að allir standi jafnir að nýtingunni sem eiga skip og hafa kunnáttu og þekkingu og getu til að stunda veiðar. Réttindi og það haffær skip. Svo þurfum við að aðskilja Hafró, sem sagt, tengslin við Hafró við útgerðina. Það er náttúrulega bara... Henda þeim út úr stjórninni. Forstjórinn er fyrrverandi starfsmaður hjá útgerð. Það eru útgerðin skipar 2-3 menn, sem sagt, með ráðherra inn í Hafró, og svo hafa þær eftirlit með sjálfum sér. Þú veist, hvað hefur reynst rétt og hvað hefur reynst rangt. Þeir eru reyndar ekki kallaði stjórn í dag, þeir eru ráðgjafa. Já, ok. Að ég held. Mér er alveg sama hvað nöfn þeir hafa, alveg eins og SFS hét áður LIU, sko. Þetta er náttúrulega bara svona orðarleiki, sko. En þetta er vandinn. Við erum alveg svoleiðis í krumlónum á þessu fólki. Og þeir ætla að herða tökin, þeir í þeim stellingum. Það er ekkert nýtt að peningaöflin ráða ferðinni í þjóðfélaginu. Og það er nú það sem við erum að glíma við. Að það eru auðugustu mennindir og stæðstu fyrirtækin og fjársterkustu sem að ráða dálítið ferðinni. Hvernig hlutinni ganga fyrir sig. Núna eru 2 flokkar sem verða í framboði næst, sem vilja afnema kvótakerfi í þessari mynd. Flokkur fólksins og sósíalistaflokkur. Og allir aðrir eru búin að slá af, falla í meðvirknina og vera bara svona, ef við ekki bara hafa þetta svona eins sveigjanlegt eins og við mögulega getum, og gera eins lítið og við mögulega þurfum, til að rugga aldrei neinum bátum. En þú veist, það eru öll kerfin okkar. Heilbrigðiskerfi, velferðarkerfi, vegakerfið, skólanir, þetta er allt í klessu. Og það er að setja bara merkin fyrir 40 árum síðan, þá bara fór þetta hnignandi hægt og rólega, og svo bara hafa orðið sveiflur, og þetta stundum, núna er þetta bara alveg svakalegt. Okkur finnst ekkert tiltökum mála að Bjarni Ben selji bara pappa sínu hlut í bankanum okkar. Það er fólk er ekki eins og tilbúið til að mæta Austurvöll út af þessu. Þannig að þetta er náttúrulega bara fáránlegt. Kvótakerfið er ástæða þess að við erum ekki sama ríkisveldi og Noregur. Já. Það er bara ekkert flóknar þetta. Að við skulum ekki standa samsliða Noregi í ríkidæmi er bara kvótakerfin að kenna og engu öðru. Þingmenn Sjálfstæðisflokksins, Framsóknarflokksins og margir fleiri setja út kassan og heimta atvinnufrelsi fyrir Kristján Loftsson, sem er bara hið besta mál, atvinnufrelsi, en á sama tíma minnast ekki einu sinni verkalýðsforingjarnir á atvinnufrelsi strandveiðisjómanna. Þannig að þetta er alveg hlægilegt hvernig fólk haga sér. En þetta er alveg réttið að segja, og sérstaklega þessu sögulega þarna varandi að kvótakerfi markaði svona ákveð upp af svona ólíkarkisma. Að fara að færa einhverjum sama sníði. Já, færa einhverjum afmörkum hópi svona almannagæði,
og ekki á markaðsborði og svo hafa þeir á leiðinni bara svona einhvern veginn ákveða verðleggja þetta eins og þeir eiga þetta. Já. Og auðvitað eiga þeir og bankarnir að sitja uppi með þá skömm þegar og ef þessu verið breytt. Hins vegar myndi ég ekki vilja kalla einhvers konar breytingu fyrningarlegi vegna þess að fyrning alltaf ákveðin viðurkenning og eign. Já, sammála. Þannig að það er betra að nota held ég orðið bara endur úthlutun. Akkurat. Og innköllun og endur úthlutun var nú á sínum tíma notuð. En við erum eiginlega bara endur úthlutun. Við erum bara að taka þessi almannagæði og nú ætlum við bara að endur úthlutun þeim öðruvísi sem við hefum gert áður. Já. Og hvort sem að sé kvót eða dagar, það skiptir kannski ekki öllu máli. Það finnst mér seinni tíma umræða. Aðalatriði er þessi aðgöngumið að fiskimiðunum. Hann er dýrmætur og hann þarf að vera þannig að hagsmunir eigandans, það er að segja þjóðarinnar, sé gætt. Við myndum ekki vilja eiga hús og vera alltaf að leigja það bara einhverjum helst krakkandur okkar fengið ókeypis. Við verðum þá ekki að fá arðinn af því sem við gætum. En núna er þetta bara ríkið svona iðka það að leyfa krökkum sínum að fá þetta fyrir ekki neitt og svo geta þeir leigt þetta áfram, þeir sem er að selja þetta áfram. Og það er náttúrulega ekki lagi. Og að alþingismenn skuli ekki vera að ganga erinda almennings í þessum vegna, heldur alltaf erinda fámennara klíku. Það er bara finnst mér stærsta mein á Íslandi og við gerum ykkur ekki almennilega grein fyrir þessu. Ég gerir mig 100% grein fyrir þessu, við erum búin að horfa á þetta. Enda held ég að þú eru settir í kvótum, en ég er ekki viss um að hann er eftirsóttur. Ég vitna þá bara í grein sem ég skrifaði 95, að ef að þetta héldi áfram með þessum hætti, að þetta framsal yrði svona, þá yrði hérna lénsskipulag og þrælahald. Það er bara vísir af því. Það er komið, það er ekkert annað sem við erum að horfa á í dag. Það er bara öll auðæfi þjóðarinnar er að fara á faramanna hendur. Það er alveg horrið. Það er, og eins og nefnir að þetta sé fara að gangi erðir. Þar ánáttúrulega að setja niður fótinn. Svona á ekki að ske. Nei, en þetta er bara það sem við horfum upp á í dag. Svo bara eins og kom fram hérna varðandi frjálsa fiskframleiðendur. Þeir eru að skila betri verðum. Já. Hvernig stendur á því? Þessir menn eru búin að klyfja á því að virðiskeðjan þeirra sé svo góð að hún skilir svo miklu. Hún er búin að eyðileggja allt markastarf með íslenskan fisk. Nú þekkir engin íslenskan fisk, þeir þekkja bara norskan fisk. Í rauninni, hefur það breyst. En það er samt staðreynd að fiskur sem er fluttur út ferskur af dagróðrabátum, línubátum og handfærabátum er að fara á hæðstu verðum í búðum í Bretlandi, í Þýskalandi og Fraklandi og annars staðar og fer á hærri verðum heldur en togarafiskurinn. En þið sjáu bara hvað þetta byggir ósvífni að segja að strandveiðar séu óarbærar. Ég meina, hvernig getur einhver sagt þetta þegar hérna 100 manna að stunda þetta? Þeir væri ekki að gera þetta ef þetta er óarbært. Þeir hafa kannski aðeins öðruvísi sína á hvað þeir þurfa að bera sjálfur mikið úr bítum heldur en stórútgerðirnar. En þeir eru allavega að gera þetta fyrir sig og sína fjölskyldur og að einhver aðilar sem að hafa 95% kvótans algjörlega sínu valdi svona dirfast að segja þetta. Ég auðvitað þetta alþingi sem allir sem að rísa upp bara á sama moment og burtu með þetta kerfi. Þeir eru ekki að láta að komast upp með þetta. En þeir eru þessi stað þá fara þeir öll þessi þing og klappa með þeim. Þetta ég bara skil ekki hvernig alþingismaður sem er kosinn til þess að verja hagsmuni þjóðar, hagsmuni borgarana, skuli geta þetta. Hlaupið á sig þing og klappa með þessu fólki. Og þeir gagga það að þessi besta fiskveiðistjórnarkerfi heimi, auðvitað er það best fyrir þá. Það er best fyrir þá. Það er best fyrir þá, það er ekki spurning. Já. Þeir einoka þetta. Þetta er verstastjórn sem til er og það er ekkert hægri kerfi sem réttlætir svona einokun í atvinnulífinu. Þetta er bara kommunismi dauðans og þegar maður fer að hugsa um það, þegar þessi tala um einhvern fyrirsjánleika,
hverjir hafa fyrirsjáanleika? Það hefur engin fyrirsjáanleika. Hvað átti forstjóri Icelandair að gera þegar COVID kom? Hann hafði engan andskotans fyrirsjáanleika. Hann var bara að taka á þessu og gerði það. Af hverju eiga einhver fyrirtæki að hafa umfram fyrirsjáanleika? Það ekkert hægt að bjóða upp á það. Og alls ekki bara út af tíðarfari og fisking. Það bara má ekki bjóða afmörkuðum hóp upp á meiri fyrirsjáanleika en öðru. Nei, en bara af því þeir eiga kvótan að þá eru þeir raunverulega tryggðir og öryggir með sitt. Þeir geta leigt frá sér innan ársins, þeir geta selt kvótan eða lendi í slæmum málum eða erfiðleikum einhverjum. En og þeir geta farið yfir þakið. Og svo geta þeir farið yfir, meiri segja, fram úr lögum. Þeir mega vera með 12% af heildaraflamarki, en það eru 2 fyrirtæki að minnstakosti sem eru búin að fara yfir það. Út af því að það ekki almennilega skilgreint í hausnum á sumum alþingismönnum og ráðherrum, hvað að vera tengdur aðili. Ef þú átt 40% eða 50% í öðru fyrirtæki, þá telst það ekki tengdur aðili. Þetta svona svipað eins og bjöggarnir, sko. Þeir voru ekki tengdir aðilar. Feðgarnir. En svo ætlaði að bjóða upp á það núna ríkisstjórnin að auka þá þakið upp í 15%. Upp í 15%? Já, næst að þú verður tekið fyrir ofraðan akstur, ef þú ferð á 100 á Reykjanesbrautinni, Óli, þá bara ferð þú fram á það við ríkisstjórnina að þeir hækki hámarksmiða á Reykjanesbrautinni upp í 100. En hugsið ykkur þetta, 6 útgerðir geta átt 90% af kvótanum. Já. 6 útgerðir, ef það farið upp í 15%. En það var eftirtektarvert að þetta til mis mál, auðlindin okkar, þetta frumvarp hennar Sandísar og Katrínar og Bjargeyjar, að það kemur aldrei til kasta þingloka samningana. Af því að það búið að henda þessu náttúrulega út í, það verður aldrei samþykkt. Þetta svo mikil endaleysa þarna, eins og Artur Bogason og margir fleiri hafa verið að benda á. Ekki ríkisstjórnin að sitja þarna til þess að samþykkja þetta? Þetta var ekki þingloka samningunum eitt eða neitt. Nei. En það eitt svolítið fróðlegt, sko, að því að þegar við kíkjum á lögum samningsveð frá 1997 og þá að tala að framselja veiðiheimildir, þá kemur fram í þessari lagaklausu og þar stendur: eigir heimilt að veðsetja réttindi til nýtingar í atvinnurekstri sem skráð eru opinberri skráningu á tiltekið fjárverðmæti og stjórnvöld úthluta samkvæmt lögum þessum, til dæmis sérstaklega tekið fram, til dæmis aflahlutdeild fiskiskips. Það sérstaklega tekið fram. Alveg sérstaklega. Samt þetta gert. Já, það gert með þeim hætti að það farið svona Krýsuvíkuleið. Já, einmitt. Og það gert þannig að þú getur veðsett skip sem kostar kannski 20 milljónir stálið í skipinu og veiðiheimildirnar eru settar á skipið, en þú mátt ekki færa veiðiheimildir af skipinu nema með samþykki bankans eða fjármagnseigandar sem lánaði þér peningana. Já, en þetta ekki andi lagana. Nei, það vita allir, en það ekki. Og alþingismenn að gæta þess. Já, andi laga sér virtur. Hvert hlutverk ríkislögmanns í þessu, að gæta réttinda eigandans í þessu? Hefur hann ekki frumkvæðisskyldu? Eða, þú veist, hvernig virkar þetta? Ríkislögmaður kemur náttúrulega ekki inn í þetta þar sem að alþingismenn bara sinna þessu hlutur. Þetta kemur honum ekkert við, það ekkert ríkið sem að selja. Nei, en það sem ég á við sko, þú veist, að því að það verið að gæta eignarréttinda ríkisins eða þjóðarinnar. Nei, það ekkert verið að því. Það búið að úthluta nýtingarétti sem verið að sem afnotaréttur en ekki eignaréttur. Nei, það ekki eignaréttur, en nýtingarétturinn guldsígildi í þessu tilfelli og þú getur braskað með hann, þú getur leigt hann eða selt hann, nýtingaréttin. Það
gjörningurinn. Já, vandamál bara verðlagningin miðast við það að þetta sé þeirra eign og þessu hafa bankar tekið þátt í og menn seldu þetta kvótan eins og þetta verið þeirra eign en í lögum stendur skýrt að þetta ekki þeirra eign. Nei, það alveg rétt. Og það svolítið skondið þegar við kíkjum til dæmis á nýju stjórnarskrána sem ég tók þátt í að gera og þar var sett auðlindaákvæði. Það ekkert auðlindaákvæði í núverandi stjórnarskrá sem þetta alveg sorglegt bara galið, það bara galið og þá stendur bara við tökum fyrstu klausuna auðlindir í náttúru Íslands sem ekki í einkaeigu eru sameiginleg og ævarandi eign þjóðarinnar það hefur verið alltaf verið að hafa þetta svona auðlindir í náttúru Íslands sem ekki eru háðar einkaeignarétti leið og breytir þessu eina anskornans orði þá ertu farin að gera þetta lögfræðingafóðri og þetta hafa finnst mér þeir sem eru á Alþingi verið að reyna að setja inn í Katrín Jakobsdóttir gerði meira þess að hún lagði þetta hún vildi hafa þetta háð einkaeignarétti það eru þetta allar auðlindir einhverju leiti háðar einkaeignarétti til hvers að setja þetta inn nema til þess að færa einhverjum lögfræðingum eitthvað fóður til þess að taka réttin frá þjóðinu og setja hendur einkaaðila og við erum með svona vont stjórnmálaflokk í öllum flokkum fyrir störa og ofan í og af því hef ég fellegar áhyggjur af því við erum ekki að sjá þetta gerast núna með sjókvíaeldir þeir ætla að fara að ganga svo langt að hafa þessar heimildir ótímabundnar sem er stórkostu landráð þetta er bara landráð við erum að sjá þetta núna með þessa karbon innsetninguna í jörðin eða koltvísýrings úrgangi sem við ætlum að fá hingað frá útlandum og setja hún í jörðina sem við vitum lítið við erum að sjá þetta í vindmyllunum okkar við erum að sjá þetta víða koma inn nákvæmlega þetta dæmi að færa auðlindir okkar í hendunina á einhverjum fámennum klíkum aftur og kvótakerfi eins og Óli bendir réttilega á það er fyrirmyndin af þessu sjúski það er fyrirmyndin. Þú sjáið þegar ríkisstjórnin er mynduð eftir 95, ríkisstjórn Framsóknar og Sjálfstæðisflokks, hvað er það fyrsta sem þeir gerir í landbúnaði? Nýbúnir að berja einokun MS á mjólkurvörum í Reykjavík. Þeir setja kvóta á framleiðsluvörur bænda. Hvað er að ske með þessar kvóta hjá bændum? Við erum að kaupa á 20-25 ára fresti allan þennan kvóta með búvörulögum. Ég og þú, við erum að borga upp hundruðir milljóna skuldir bænda út af þessu kvótasetningu á þessu. Þetta var algjör óþarf að setja hana kvóta. Þeim er bara framleiða svo þeir vilja. Ekki setja kvóta á framleiðsluvöru bænda. Þetta má alls ekki, þið sáuð bara reikningarna sem ungir bændur að leggja fram. Þetta eru 100 milljóna í kvótakaup. Já, en það í landbúnaði, Ólafur, og við skulum halda okkur við sjávarútveginn og svo þetta sé af sama eins og ég sagði áðan, kvótin á ekki heima í vestrænum þjóðfélagi. Það á ekki heima svona kvótastýringar. Spillingin er falin í kvótanum. Við skulum ekki gleyma orðum Guðmundar Kennisteð, skipherra hjá Landhelgisgæslunni á sínum tíma þegar hann sagði það þegar hann var búinn að taka þátt í að berjast í að losna við tjallana og þýskarana út úr landhelginni að hann hefði ekki lagt sjálfan sig og áhöfn sína og skip sitt í áhættu ef hann hefði vitað það að það ætti að láta þetta nokkrar fjölskyldur hirða arðinn af fiskimjöðum Íslendinga sem hann hélt að væri að vinna þjóðinni. Drátt af fjölskyldur núna með 70% útlöndum. 8 fjölskyldur. Bæði Steingrímur Hermannsson sem var forsætisráðherra þegar þetta var að ske og Halldór Ásgrímsson sjávarútvegsráðherra fordæmdu áður en yfirlög. Þeir sögðu þetta var ekki það sem var
tilgangurinn með þessu? Halldór var nú harðasti stuðningsmaðurinn að þessu, að koma þessu kerfi á sínu tíma. Heldur betur. Hann var að kaupa sér syndaflust. En þið vitið það að hann get ekki sett þetta á skipstjórana eða áhafnendar. Nei. Af því þá myndu þær þéna svo mikið. Ég sagði þetta ekki á okkur fundi. Með mér. Já. Fyrir kótasetninguna. Þá satt ég fyrir framan hann og ég sagði við hann hvernig dettur í huga að setja þetta á skipin. Já. Skipin hafa aldrei fiskað neitt fisk. Af hverju settur þetta ekki á mennina? Þá ganga þeir kaupum og sölum, sagði hann. Já. Eins og það hefði aldrei gerst áður. Heldur við. Við sjáum þetta bara það mátti alls ekki. Hann hefði átt að kynna sér hvernig gengur með fótboltamennin í Englandi. Já. En það sést vel þegar við förum aftur í þjóðaratkvæðagreiðsluna á sínum tíma nýju stjórnarskrána þegar var sérstaklega greitt atkvæði hvort fólk vildi sjá breytingar á þessu kvótakerfi og 85% af þeim sem greitt atkvæði vildi sjá breytingu. Þetta afgerandi meirihluti og svo geta menn tuða þetta var ekki nú skýrt hvaða breytingar þetta voru, hvort við veitum sjá að við varum að taka skrapdakerfi eða hvort við veitum losna við einangrunina. Auðvitað þetta að fólk vildi losna við einangrunina. Það er augljóst. Það var lykilatriði. Það var augljóslega lykilatriði þó menn hafi viljað slá ryki augfólks. En það voru 85% sem vildu þetta í burtu. Og svo 83% sem samþykktu auðlindarákvæði stjórnlagaráðs. Já. Og 65% vildu stjórnarskrána í heild. Já. Og þessi nýja stjórnarskrán gerir ekkert annað í einni setningu en að færa valdið frá þessari fámennisklíku og líka þá stjórnmálasléttinni meira til fólksins. Það er eiginlega það helsta sem þetta plagg gerir. Og svo öllum þessum árum seinna, þá helst þetta, þó að okkur fjölgi og meiri sér útlendingar og allt komið hérna inn, þá er alltaf sama hlutfalli. Þegar það eru gerðar nýrri kannanir. Þannig að það breytist ekkert. Þetta hefur alltaf verið og yfir 70% á móti kvótakerfinu. Allan tíman. Aldrei verið hlustað á mannskapin. Það virðist bara vera þegar loksins er svona aðeins á loft út og koma ferskum vindum hann inn á Alþingi. Þá öllum glöggum lokað og við sjáum líka hvað þessi stjórnarskrá er í dag, hún er bara í salti. Já. Og ekkert gert með hana. Nei. Og engin virðist engin flokkur taka þetta upp í þinginu. Nei. Koma með frumvarp nýja stjórnarskrá. Byggða á þessum sem þið. Já, allavega það er ekki að sjá mikinn vilja til þess að taka á þessu máli því að mínum dómi myndi þetta hafa áhrif á all líka húsnæðismálakerfis. Þetta er grunnatriði. Þetta þýðir það ef að tekjurnar af sjávarútvegi næða streyma æðar þjóðfélagsins með því að fá fullt verð upp úr sjó fyrir fiskinn, leigja veiðiheimildirnar hvort sem það er í tonnum eða dögum gert, þá myndum við ná meira inn í samfélagið í heild sinni hvernig sem á það er lítið. Þú ert að tala að landa líka á markað. Landa á markað, fiskinum, öllum fiski sem veiddur eru á Íslandsmiðum farin á markað. Þá eiga allir sömu möguleika á að ná í hráefni í sínar vinslur, hvort sem eru fiskvinslur með útgerð eða án útgerðar. Rétt. Og síðan mun hafnargjöld verða hærri, tekjuskattur verður hærri til ríkisins, útsvar verður hærra til sveitafélagana og þetta ætti náttúrulega að vera bara baráttumál allra sveitastjórnarmanna að allur fiskur yrði verðlagður á fiskmarkaði þar sem fullt verð fæst fyrir hann en ekki hálft verð eins og er í bróðupartinum af þeim fiskvinnslufyrirtækjum sem eru að kaupa fiskinn af sjálfum sér. En þið sjáu líka hvað er í raun og veru kristaltært hvern lína liggja. Allir þessi sveitastjórnarmenn þeir berjast alveg með harðri hendi, töklum og höldum að því að sjókvíeldi fái framgang. Allir berjast svo mikið með því en nefnir aldrei strandveiðar. Nei, og ekki nefnt.
það heyrist ekki Það eitt mjálm. segir sér alveg hvernig línuna liggja, bara þetta augljósa Já, stærð. Sko. og þeir núna síðast þeir tóku kvótan af Seyðisfirði sem einmitt vill ekki sjókvíaldi, ekki eitt mjálm í sveitarstjórnarmönnum, bæjarstjórnarmönnum þar. En þeir eru reyndar sko orðið sameina sveitafélag. Jú, Múlaþing. Múlaþing. Já, já. Þannig að það er Djúpivogur, það er Seyðisfjörður og það er Egilsstaðir. Já, jú. En ég held að ástæðan fyrir því að sveitarstjórnarmenn hafa svona hátt eitt og þegjum annað er einfallega það að þeir eru ekki kosnir ef þeir myndu fara að hampa fiskeldi. Nei, hérna Strandauðun segi, þá eru þeir bara ekki kosnir. Leiðileg samtöl í síman á kvöldin sem... Ég er alveg klár á því að þeir taka fullt af samtölum á kvöldin en það er ekki við Strandauðumenn. Nei. En ég vil nefna eitt yfirbútt varðandi að landa öllu fisk á markað og það var bara útgerðarmaður sem ég ræddi þetta við út á Snæfellsnesi að þá væri tekin gjöld ef þið taki veiðigjöld þá takið þau á markanum og skilyrðislaust hluti gjaldana fer til byggðarlagsins. Það er skömm að því, þú varst að tala læknana. Það er einn læknir á Snæfellsnesi. Það er heilt sjúkrahús, ein hæðin er í gangi þar sem plástrarnir eru afhendir. Það er heilt sjúkrahús. Rúmin er ekki Þetta er bara sagan hringinn í kringur landið í dag. Nákvæmlega. Við eigum sjúkrahús hringinn í kringur landið. Þau fyrir kvótakerfi. Já, fyrir kvótakerfisins ásamt því að leggja hringinn í kringur landið og vegi heim á alla sveitabæ. Við fluttum úr torfkóðum í steypt hús og timburhús og við rafvæturlandi, við símavæturlandi Sigalda og bara nefniði hvað við höfum gert en eftir að kvótakerfið var tekið upp og við höldum okkur bara við að hirða 200.000 tonna ára af þorski út úr kerfinu og minna í öllum öðrum tegundum þá erum við búin að skera niður tekjuöflun þjóðarinnar. Þjóðin hafði engar aðrar tekjur heldur en af sjávarútvegi. Engin túristi? Það var engin túristi, það voru engar gjaldeyristekjur aðrar heldur en af sjávarútvegi í gegnum bara síðustu öld nánast. Það kemur fram hérna hjá Indriða H. Þorláksyni að frá 2011 til dagsins í dag, í þætti hérna á Samstöðinni, þá kemur fram að rentan, meðaltalsrentan, sko þegar það er búið að borga allan pakkan, sko, þá er hún 50 milljarðar á hverju einasta fiskvöðri og þessir peningar, þessi fjármunir, þeir skila sér mjög illa og ekki af því að þetta er allt inn í skattaskjólunum hjá þessum 8 fjölskyldum á erlendur grundum. En hugsa ykkur bara með sem er hreindýr sem eru takmarkauðlind. Það er einhver ákveðin sko, fjöldi dýra sem að veiða ári hverju. Hugsa ykkur að þessi eru bara sko útluta alltaf aftur og aftur á sama fólkið og þeir myndu svo leiða frá sér og hirða peningi. Þetta er bara alveg eins. Það er svo smá útkall. Já, við höldum áfram þó að líður þurfa að bregða sér aðeins frá en á neyðarvaktinni? Á neyðarvaktinni, hann er á neyðarvakt og kannski kemur hann ekki aftur, það verður bara að hafa sinn gang eins og þar stendur. En drengir, þið eru hérna búin að vera að minnast á ýmislegt. En hvað teljið þið að sé til bóta? Hvað á að gera? Hvernig þarf að bregðast við? Það er risa spurning. Það sem við þurfum er að samfæra fólkið að það verði að breyta þessu. Þetta sé ekki hægt að halda áfram veginn með svona spillingu og þetta kvótakerfi eins og það er uppbyggt í dag. Fólk verður að skilja hvað er verið að gera. Eign á þjóðinni er komin í fárramannahendur og fólkið verður að skilja, það verður að stoppa þetta. Það er ekki hægt að kjósa alltaf sama fólkið á þing og láta þá ná tökum á völdunum sí og æ. Við verðum að kjósa rétt.
Já, Kári. Auðlindar ákvæði í stjórnarskrá. Það verður að gerast núna. Já. Og hérna, það fyrsta skrefið. Síðan þurfum við að fara inn í frjálsar handfæraveiðar, óháðar annarri fiskveiðistjórn og selja allan fisk á fiskmarkaði. Þá getum við unnið þetta í rólegheitunum tilbaka, sem sagt, og þetta lykilatriði fyrir komandi kynslóðir. Við verðum örugglega allir hér löngu dauðir áður. Ég ætla bara að benda ykkur á það. Ég talaði við Íslending sem útgerðarmaður í Noregi og þar eru þeir að skerða veiðiheimildir 30% fyrirhugað í Barentshafinu og þar mun það ekki verða látið bitna á strandveiðiflotanum. Litlu bátunum sem eru að veiða inn á fjörðum og þarna rétt fyrir utan, svo kallaði strandveiðifloti þeirra, en það mun bara verða samdráttur hjá stóru verksmiðjuskipunum, togurum, frystiskipunum. En við höfum ekki talað frystiskip. Óli, þú varst nú kannski ekki á frystiskipi, jú, eitthvað niður í Afríku. Bara í Afríku. Já. Það var svo mikið af fisk. Það var svo mikið af fiski þar að ég ætla bara ekkert að hafa alltaf að tala að þessi svo rík okkar mið, en þessi Afríkumið eru svo ríka að það engu lagi líkt. En það nú eitthvað að minnka veiði þar núna. Ég var hérna á ísfiskskipum og hérna ég var með góðan fisk og þurfti aldrei að skammast mér neitt fyrir það. Ég get tekið það fram að það var, við munum það allir, að stóru togararnir voru svo erfiðir, það var svo léleg rekstrarafkoman af þeim og hérna þeir voru með aðra samninga, þeir voru með byggðu ekki á vertíðarsamningum eins og litlu togararnir, heldur vorum við með stóra þróaða togarasamninga sem giltu allt árið. Bottvörpu samningar var það ekki. Bottvörpu samningarnir okkar, en hérna ég get bara sagt þeim það og þvert ofan í fullyrðingar hérna Ragnars Árnasonar sem nú þeirra aðal málsvari fyrir lélega afkomu fyrir kvótakerfið, að ég tók eitt af þessum skipum. Það var þá á haustnum, Snorra Sturluson, hann var kominn í þrot. Ég tók hann á 4 árum og borgaði allar skuldirnar af honum. Það var mikill fiskur, það var góður rekstur og góð áhöfn sem skapaði þetta. Rétt í og kvótakerfisbyrjunum tók ég annan svona togara og eftir 1,5 ár, eftir stanslaust tap í heilt ár á þessu skipi, eftir 1,5 ár þá var rekstrargrundvöllurinn kominn á réttan kjöl og eftir 5 ár var hann fullu borgaður. Þá er það að tala um Viðey. Þá er ég að tala um Viðey. Þetta voru 2 af þessum erfiðu skipum. Það voru fleiri menn sem tóku 1 skip. Ég held að enginn tekið 2 skip. Nei, það er vont að vera skipstjóri og tveimur skip. Það voru góð skip, hérna í Reykjavík, Ögrovigri til dæmis, en það voru erfiðleikar hjá Hafnarfirði. Þar fóru 2 bara undir, 2 svona risar fóru bara undir, Júní og Guðsteinn og Jón Dan, og svo voru hérna Ingólfur og Bjarni Ben sem náðist aldrei að rétta útnum og þeir seldu þá bara. Grandi seldu þá. En þetta voru erfið skip, það gekk betur fyrir norðan, þeir voru betur búnir, komu Kaldbakur og Harbakur, þeir komu betur búnir og þar var betri rekstur á þessum skipum. Já. En Lýður, þetta nú að verða búið hjá okkur. Hvað viltu segja við okkur í lokin? Já, ég myndi bara vilja óska þess að sem þjóð þá förum við aðeins að opna augun gagnvart því að aðgengi að okkar auðlindum, það má ekki verða bara fáum í boði til fárra. Við verðum að passa það að það sé þannig að við sitjum öllu sama borð þegar almanna gæðir í huga og verðum að gæta að jafnræðissjónarmiðum í öllu. Eins og staðan í dag, þá
þá hérna einokunaraðgengi að veiði rétti á Íslandsmiðum í raun og veru að sovjaskri fyrirmynd af mínum dómi. Og svo held ég verðum líka að gera annað og það það að við eigum að kjósa fólk á þing, ekki endilega klárt fólk, heldur gott fólk. Heyr. Ég þakka ykkur fyrir spjallistrákar og við látum þetta gott heita í dag. Takk fyrir. Takk. Takk.